Ja, sigur Keflavík í kvöld. Svolítið svona kaflaskiptur leikur hjá báðum liðum. Já. Hvað segir þið þennan? Við náttúrulega áttum mjög gott raun í þriðja hálfleik og skoruðum gífurlega mikið og ég held að það er svona farið með leikinn. Náttúrulega við missum Hess og þá missum við náttúrulega töluverða ógn inn í teg en Helgi er þarna frábær í þessu leik og Töluverða? Hann var 8 af 9 þegar hann fór út af eitthvað? Já, akkurat og svo var hann líka bara að gefa boltann og var örugglega með slatta stóðsendingum og var bara baráttuglaður og frábær og en já, ég held að þriðja hálfleikurinn við hittum mjög vel í honum og ég held að það var svona gert útslagið. Þú hittir mjög vel í þriðja leiknum. Já. Er eitthvað sérstakt sem þið farið yfir svona þegar þið missið, já svona, mátti ekki vera móðgæður, eitthvað aðal kannonu út af vellinu? Nei, alls ekki, ég meina, við náttúrulega að vita held ég allir að svona stærsti hluti sóknarleiks okkar er að koma inn og boltanum inn á hann og hann er frábær körfuboltamaður en við kunnum alveg að spila án hans, við spiluðum án hans 4 æfingarleiki eða 3 eða eitthvað áður en hann kom og það gekk vel í þeim og þá verðum við bara skjóta meira kannski og já, run and gun. En er það bara svona, ég meina þetta virtist bara vera á eldi þarna á tímabili. Er það bara svona rofið sem þú kveikir á eða hvernig virkar þetta? Þetta er mjög góð tilfinning þegar þetta gerist, þegar þú fær boltan og það verðist bara vera hverju sem þú hendir upp, það fer alltaf niður í gegnum hringinn og já, þetta var bara svona eina af þeim momentum í lífinu. Góð sigur hjá okkur hér í kvöld án Erlendsleikmanns í bróðurpartinn af leiknum. Þið farið nokkuð vel á stað, ég meina þið kannski byrjuðu sig ekki en eru komnir á ágætis flug núna. Hvernig líst þér á þessa byrjun hjá þínum? Bara flott, ég meina hvað, erum við 5-1 og það er bara, já, leiðin liggur bara upp á við og vonandi getum við bara byggt ofan á þetta og haldið áfram að bæta okkur viku frá viku og leik frá leik. Brattir? Já, alltaf brattir.